Lögregla fór fyrir stundu fram á að frönsk kona yrði úrskurðuð í gæsluvarðhald grunuð að hafa orðið dóttur sinni og eiginmanni að bana á hóteli í miðborg Reykjavíkur. Hinn látnu og sakborningur voru öll með stunguáverka. 3 hafa verið drepnir í Ísrael og tugir í Íran. Loftárásir halda áfram á víxl milli ríkjanna. Prófessor í Mið-Austurlandafræði segir hætt við því að átökin breiðist út og aukist til muna. Stjórnarandstaðan boðar langar umræður á þingi veiðigjöld þar sem ýmsar upplýsingar vanti. Frumvarp þau var afgreitt úr nefnd í morgun. Meirihlutinn segir málið fullreifað. Hugmyndir samstarf á vinstri væng stjórnmálanna verða að koma frá grasrótinni. Þetta segir Katrín Jakobsdóttir, fyrrverandi forsætisráðherra. Það vanti aðhald frá vinstri í íslenskum stjórnmálum. Glæsibifreið Halldórs Laxness komin heim að Gljúfrasteini eftir allsherjar yfirhalningum. Nemendur í Borgarholtsskóla gerðu bílinn upp. Gott kvöld. 2 franskir ríkisborgarar á 40 og 60 aldri fundust látnir á hótelherbergi á Reykjavík Edition við Reykjavíkurhöfn í morgun. Dómari við Héraðsdóm Reykjavíkur fer nú yfir hvort hann samþykkir kröfu lögreglu að frönsk kona verði úrskurðuð í gæsluvarðhald vegna gruns að hafa orðið þeim að bana. Starfsmaður hótelsins óskaði eftir hjálp lögreglu upp á klukkan 7 í morgun. Og þegar lögregla kom á vettvang þá fundust 2 aðilar þar látnir og svo 3 alvarlega slasaðir. Lögregla var á verði fyrir utan eitt hótelherbergið í dag. Var andlátin að inni á hótelherberginu? Já, hótelið í miðborginni allavega vettvangurinn og þannig að það má svona leiða því líkum að hótelherbergi sé vettvangur en aftur þá það sem að rannsóknin snýr meðal annars að. Þótt lögregla hafi verið kölluð á vettvang í morgun liggur ekki fyrir hvort þau látnu hafi dáið í nótt eða fyrr. Þarna að ræða ferðamenn sem að virðast hafa ferðast hingað saman og verið saman á ferðalagi. Við getum ekki tjáð okkur um kyn að svo stöðu. Þau eru franskir ríkisborgarar og samkvæmt heimildum fréttastofu fjölskylda sem hafði bókað 6 nætur á Reykjavík Edition hótelinu og síðastliðin nótt var svo síðasta. Sakborningurinn var með áverka. Eru það miklir áverkar? Það eru alvarlegir áverkar, stunguáverkar. Þau sem að létust, voru þau líka með stunguáverka? Þau voru með áverka, meðal annars stunguáverka, en það mun fara fram frekari rannsókn sem mun þá leiða það í ljós hverslags áverkar það er að ræða. Sá slasaði kona og var flutt á sjúkrahús. Þar hún enn og var ekki flutt í dómhús þegar dómari úrskurðaði hana í gæsluvarðhald. Rannsóknin á algjöru frumstigi og margt óljóst málsatvik. Ísrael og Íran hafa skotið hundruðum eldflauga á víxl síðasta sólarhringinn og líkur á að árásirnar haldi áfram að mati prófessors í Mið-Austurlandafræði. Hann segir stjórnvöld í Ísrael hafa nýtt tækifærið og gert umfangsmikla árás á Íran án ótta við refsingu frá alþjóðasamfélaginu. Það var komið kvöld í Ísrael þegar hefndarárás Írana skall á í gær. 200 eldflaugum rigndi yfir, öflugt loftvarnakerfi grandaði mörgum en ekki öllum. 3 voru drepnir í borginni Rishon LeZion, þar sem mikil eyðilegging blasir við. ושום דבר לא ירתיע אותנו ואנחנו ממשיכים בכל הכוח. קדימה, קדימה. שהלוואי וכל זה לא היה קורה, לא לנו ולא להם. וכל אחד יחיה בפינה שלו. Hátt í 100 hafa verið drepnir í árásum Ísraela og Íran. Hershöfðingjar, vísindamenn sem unnu að kjarnorkuþróun en meirihlutinn almennir borgarar. من خیلی ناراحتم بابت اینکه اتفاقایی که افتاده. فکر ذخیره نیستم. فکر اینکه میگم بالاخره موفق بشیم. بابت این کارهایی که با ما کردن جوابشون رو بدیم. Ísraelsher réðst í morgun á eldflaugakerfi Írana og lítið bendir til þess að átakarhinnan sem Ísrael hóf aðfaranótt föstudags taki enda. אנחנו סללנו נתיב לטהרן. בזמן הקרוב ביותר אתם תראו את מטוסי ישראל, את חיל האוויר של ישראל, הטייסים שלנו, מעל שמי טהרן. Lógíkin sem stendur bak við þessar árásir að svona hernaðarárás kemur til með að binda enda á
kjarnorku og hernaðaráætlun Írana, en ég held að þetta geti haft bara þveröfuð áhrif vegna þess að eitt sem vanmetið í þessu samhengi er þjóðernishyggja Írana. Íranska þjóðin hafi oft sýnt það að þótt hún sé óánægð með yfirvöld og stöðu innanlands kæri hún sig ekki að ráðist sé á landið. Magnús Þorkell segir líklegt að loftárásir haldi áfram næstu daga eða jafnvel vikur, en landhernaður sé ólíklegur. Það sem verðum við kannski fylgjast með er hvað gerist til dæmis í Persaflóanum, hvað gerist til dæmis í Sádi-Arabíu eða Kúveit, hvernig koma Jemenur til með að bregðast við. Það er hætt við því að þetta mun breiðast út og þetta mun aukast til muna. Það er sannlega líkur á því. Árum saman hafa stjórnvöld í Ísrael sagt Írans stærstu ógn við öryggi landsins. Magnús segir Netanyahu hafa nýtt tækifæri sem hann sá til að láta til skara skríða núna. Þeir sjá að alþjóðasamfélagið hefur verið að gefa þeim ákveðsum grænt ljós, bæði hvað var Sýrland og Líbanon og á Gaza og á Vesturbakkanum. Frumvarp hækkun veiðigjalda var afgreitt úr atvinnuveganefnd í morgun með breytingum við litla hrifningu minnihlutans. Þingmaður Viðreisnar bjartsýnn á afgreiðslu þess en þingmaður Miðflokksins segir umræðurnar á þingi verða langar þar sem ýmsar upplýsingar vanti. Veiðigjaldafrumvarpið var afgreitt á fundi atvinnuveganefndar í morgun sem var boðaður í gær við litla hrifningu minnihlutans. Helstu breytingar á frumvarpinu eru tvær. Annars vegar verður stofn veiðigjalds á makríl 80% af markaðsvirði í Noregi en ekki 100%. Hins vegar aukin enn frekar afsláttur á greiðslur að 55 milljónum á ári til að hjálpa minni útgerðum. Stjórnarandstaðan segir meirihlutann hafa hafnað því að mikilvægir umsagnaraðilar kæmu fyrir nefndina, til dæmis skatturinn og byggðastofnun. Ég hræddur að þessi ákvörðun þeirra kalli fram til áhrif að það sé verið að spara mínútur í nefndinni en kasta klukkutímum í þingsal. Framsögumaður meirihlutans segir að gögn frá skattinum og athugasemdir byggðastofnunar áhrif á sjávarútvegsbyggðir liggi fyrir. Við erum að koma til móts við það einmitt með því að skoða svokallað frítekjumark eða afslátt af gjöldunum og við reynum að mæta því og höfum reynt að mæta því eins og við höfum getað. Og þeir eru ósammála hversu vel málið sé unnið. Tölulegar upplýsingar og forsendur eru allar mun óljósari heldur en þarf að vera í svona máli. Við teljum bara málið vera runni full reifað og það er þetta hægt að halda endalaust áfram. Bergþór segir þetta hafa afleiðingar fyrir síðustu umræðu málið. Ég hræddur svona í ljósi þessarar meðferðar meirihluta atvinnuveganefndar, þá verði umræðan í þingsal ansi lengri heldur en hefði annars þurft að vera. Við teljum okkur hafa vandað okkur í þessu máli og stefnum að sjálfsögða því að klára þetta á þessu þingi. Hópur fólks kom saman á Austurvelli klukkan 2 í dag til að krefjast breyttrar stefnu stjórnvalda í málefnum hælisleitenda. Þetta í annað skipti sem fólk kemur saman á Austurvelli undir formerkjum hreyfingarinnar Ísland þvert á flokka. Fundurinn í dag var ekki eins fjölmennur og sá fyrri. Kröfur mótmælanda voru þó þær sömu. Meðal annars að hælisleitendur verði vistaðir í lokuðu úrræði eða sendir úr landi á meðan bakgrunnsrannsókn stendur yfir, að fjölskyldusameiningar verði stöðvaðar og að 5 ára hlé verði gert á nýjum hælisumsóknum á meðan kerfið endurskoðað frá grunni. Við erum hér komið saman fyrir framan okkar fagra Alþingishús Íslendinga á fögrum sumardegi undir okkar fagra þjóðfána til að bregðast við ákalli þjóðarinnar að hér á landi skuli áfram búa íslensk þjóð. Hjálparsamtök sem hjúkrunarfræðingur á Akureyri stofnaði til að styrkja fjölskyldur á Gaza veita nú 60 til 70 fjölskyldum stuðning. Stofnandinn segir ástandið þar of alvarlegt til að gera ekkert í málinu. Kristín Sólveig Bjarnadóttir, hjúkrunarfræðingur á Akureyri, hefur í rúmt ár sent peninga og safnaða fjármunum fyrir fjölskyldur á Gaza sem eiga sárt að binda. Upphafið var hjálparkall frá ungri konu þar sem hún svaraði og það vatt svo upp á sig. Þannig að í dag erum við með ég hugsa sér eitthvað bilinu 60 til 70 fjölskyldur sem við erum að styrkja og þetta bara svona óformlegt starf. Í kringum þetta stofnaði hún samtökin Vonarbrú til að tryggja að söfnunarféð færi í réttan farveg. Þá ég vonast til að ná líka styrkja, senda staka styrki til fjölskyldna utan þessa hóps því að þörfin gríðarlega mikil. Einn úr fjölskyldu sem samtökin styðja segja ástandið á Gaza afar erfitt.
Netsamband þar stopult og því var samtalið við hann nokkuð slitrótt. We don't know what is the next explosion and where. Every side, everywhere, in the street, in the house, we don't know. Þá sé krefjandi að verða sér út mat eftir að lokað var á neyðaraðstoð frá Sameinuðu þjóðunum. Ekki sé reynandi að ná í þá aðstoð sem nú kemur frá Bandaríkjunum. I can't go there. If I go there, maybe I get a bullet or something. So I go every day to the market. I try to look for some food. Now, 1 kilo of sugar is around $70. $70 or $80. 1 kilo of flour is around between $20 to $30. Þessar og fleiri upplýsingar af því ástandi sem ríkir á Gaza krefjast þess að brugðist sé við að mati Kristínar. Því að þetta bara svo gríðarlega alvarlegt ástand. Við erum að lifa hérna stórsögulega tíma og við getum ekki látið sem ekkert sé. Við verðum að berjast í þessu. 2 þingmenn demókrata voru skotnir á heimilum sínum í Minnesota í Bandaríkjunum í nótt. Melissa Hortman sem átti sæti í fulltrúadeild ríkisþings Minnesota og maðurinn hennar létust af skotsárum sínum. John Hoffman sem á sæti í öldungadeild ríkisþings Minnesota og kona hans urðu fyrir mörgum skotum. Þau gengust undir skurðaðgerð en eru bæði í lífshættu. Árásarmaðurinn sagður hafa þóst vera lögreglumaður þegar hann réðist á fólkið. Hann komst undan og nú leitað. Það vantar aðhald frá vinstri í stjórnmálum hér á landi og skýrari málflutning í umhverfis- og náttúruverndarmálum, segir fyrrverandi forsætisráðherra. Hún segir síðustu þingkosningar staðfesta að of margir kjósendur eigi ekki fulltrúa á Alþingi. Katrín Jakobsdóttir fyrrverandi forsætisráðherra sagði skilið við stjórnmálin fyrir rúma ári þegar hún gaf kost á sér til embættis forseta Íslands. Hún hafði þá verið forsætisráðherra í tæp 7 ár og þingmaður Vinstri grænna í 17 ár. Segja má að fylgi Vinstri grænna hafi minnkað jafnt og þétt í könnunum síðan þá og svo fór að flokkurinn náði ekki sæti á þingi í alþingiskosningum í lok nóvember, líkt og aðrir flokkar af vinstri væng. Ég var mjög döpur yfir úrslitum síðustu kosninga og þá við fleiri, því við erum ansi mörg sem ekki eigum fulltrúa á Alþingi og myndum vilja sjá bæði aðhald frá vinstri en ekki síður líka skýrari málflutning í umhverfis- og náttúruverndarmálum. Töluverð umræða hefur skapast undanfarið hugsanlegt samstarf á vinstri væng stjórnmálanna fyrir sveitarstjórnarkosningar að ári í ljósi þess hve mörg atkvæði féllu dauð í síðustu alþingiskosningum. Katrín segir að slíkar hugmyndir og frumkvæði verði að koma frá grasrót til að flokka sem hlut eiga að máli. Vist þér á það? Já, ég eins og ég segi hef ekki verið mjög virk í þessum málum núna en ég held að það sem gleður mig að fólk að tala saman og fólk að velta því fyrir sér hvernig það getur náð sem bestum árangri fyrir málefnin og stefnuna. Það stóra málið. Hátt í 2800 kandidatar voru útskrifaðir frá Háskóla Íslands í dag frá öllum fræðasviðum skólans. Þetta var síðasta brautskráning Jóns Atla Benediktssonar, fráfarandi rektors skólans, sem hættir eftir 10 ár í starfi. Yfir 30.000 hafa brautskráðst frá skólanum frá því Jón Atli tók við rektorsembætti fyrir réttum áratug. Rektorsskipti verða næstu mánaðamót þegar Silja Bára Ómarsdóttir, prófessor í stjórnmálafræði, tekur við. Farið að síga á seinni hluta framkvæmda við lagningu ríflega 40 km rafstrengs milli Akureyrar og Dalvíkur. Strengurinn hluti verkefnis sem felst í tvöföldun á tengingu rafmagns til byggðarlaga víða land. Framkvæmdir við Dalvíkurlínu 2 hófust voru 2023. Verktakinn steypustöð Skagafjarðar sem hefur lagt jarðstrengi fyrir Landsnet víðsvegar landið. Og þessi jarðstrengur 42 km langur. Hann liggur frá spennuvirkinu á Rangárvöllum og Akureyri og út af spennuvirki við Dalvík. Þegar þessi strengur komin í rekstur verður þetta lengsti strengurinn í kerfi í Landsnet, jarðstrengurinn. Tilgangurinn að bæta raforku öryggi með því að tvöfalda tenginguna til Dalvíkur. Gamla loftlínan fær að halda sér og 66 kV jarðstrengur bætist við. Þetta á að koma í veg fyrir atvik eins og veturinn 2019 þegar loftlínan gaf sig miklu óveðri og Dalvík var rafmagnslaus í 3 sólarhringa. Stefna bæði stjórnvalda og Landsnets að hafa tvítengingu til flestra byggðarlaga á Íslandi og þá meira öryggi að ef önnur lína fer út þá hinn inni og meiri flutningur líka og þetta einmitt hluti af því.
Áætlun Landsnets að tvöfalda tengingu rafmagns með þessum hætti til 16 staða víða land og þetta eru mannfrekar framkvæmdir. Það jafnaði svona 16 upp í 24 menn. Þetta eru þessi dagar sem erum í þessum útdrætti, þá það kallar á mikið mannskap og að mörgu að hyggja. Og auk þess að leggja strengin þarf að endurnýja rafbúnaði tengivirkjum á sitt hvorum enda. Við ætlum að koma strengnum í jörð helst fyrir vetur í ár. Þannig að það er planið að í svona septemberlok séum við búið með jarðstrengsframkvæmdir að leggja strengin, en það liggur ekki alveg fyrir strengur en líklega ekki tengdu fyrir næsta ári. Rjómahvítur Jaguar er komin heim að Gljúfrasteini eftir allsherjar upplyftingu. Nemendur í Borgarholtsskóla hafa gert glæsi bifreið Halldórs Laxness upp síðustu ár og mun hann standa á hlaðinu í sumar. Maður finnur en vindlalyktina þó engin sé, segir dóttir skáldsins. Þetta er Jaguar Mach 2, 3,4 litra vél í honum, 1968 módel, mjög sérstakur bíl, það er ekki margir svona hérna. Við vorum búin að vera að spá mikið hvernig við gætum komið þessu á stað. Svo var það bara ein hugmynd þegar við sáum að Borgarholtsskóli var að klára bíl fyrir lögregluna. Að ég fór og talaði við skólameistarinn og þannig leiddi eitt að öðru og er bílinn komið 4 mánuðum seinna. Þetta var mjög skemmtilegt og fjölbreytt verkefni. Mikið sem maður fekk að læra og gera og kynnast. Bókstaflega að taka allt saman, bæði þetta að rífa bílinn og setja saman, undirbúa og mála og alls konar. Og hvar verður hann til sýnis? Hann verður hérna á hlaðinu í sumar, svona á völdum dögum og við munum auglýsa það sérstaklega. Hann er breskur þessi bíl og pabbi var mikill bílakall sko. Og keypti þennan bíl og ók á honum, það var erfitt að fá bensín á hann þurfti að fara út á flugvöll og fá flugvöllabensín á hann. Átt þú minningar úr þessum bíl? Já, auðvitað minningar, ég finn bara vindlalyktin þó enginn sé. Ætlið þið systur að fara á rúndin í dag? Já, við erum á leiðinni, við ætlum að skutlast af því ég er með staf. Ég ætla að skutlast eftir samloku, kvöldsamlokunni. Það er mikil vinna að halda nokkur þúsund plöntum á lífi í íslenskri veðráttu eins og starfsfólkið í lystigarðinum á Akureyri þekkir. Og þar eru elstu plönturnar rétt að verða 70 ár. Það eru 7000 fjölærar plöntur í lystigarði Akureyrar en auk þess gróðursetur starfsfólkið 7000 sumarblóm til viðbótar og sumarið fer vel af stað. Það hefur nú bara gengið mjög vel. Maí var náttúrulega bara frábær hjá okkur og það er allt farið af stað, flest allt. Starfsfólkinu fjölgar úr 3 í 15 yfir sumarið enda mikil vinna að viðhalda öllum þessum plöntum og þeim leist ekki á blikuna í norðan hretinu í byrjun júní þegar nokkrar viðkvæmar plöntur létu undan. En annars slapp allt bara mjög vel. Við bara vorum afskaplega glöð. Fuglinn minn úr fjarska fögnuð vorsins handa mér yfir höfina ég. Það er rúma öld frá því lystigarðinu var opnaður en sennilega lifa nú engin blóm frá þeim tíma. En ein vinsælasta plantan í garðinum er upphaflega frá 1957 og hún heitir blásól. Þegar Amerikanarnir koma hérna þá hlaupa þeir hérna inn og spyrja Where is the blue poppy? Það er bara sennilega fallegi liturinn, stærðin. Hverjum finnst þetta ekki fallegt? Uppkomst bíræfinn harðfiskþjóf þegar myndir úr eftirlitskerfi verslunar Netto í Glæsibæ var skoðað eftir eina nóttina. Bófinn reyndist ekki hári í loftinu en 5 var hann. Hann læddist á 4 jafnfljótum, smygði sér í gegnum glöfu á rimlahurðinni og náði sér í góðgætið. Hugsanlega bar græðginan ofurliði, þar sem hann átti í smá erfiðleikum með að koma ránsfengnum burt. Ekki hefur tekist að hafa hendur í hári eða feldi þjófsins. Úr glæpasögum lítum við næst til veðurs. Smálægð er stödd rétt suðaustur af landinu.
Á morgun útlit fyrir hæga breytilega átt eða hafgólu, skýjað og lítilsháttar væta austanlands og líkur á þoku við norðausturströndina. En bjart með köflum vestan til og líkur á síðdegisskúrum inn til landsins, hiti frá 5 stigum á norðausturlandi að 18 stigum á Vestfjörðum. Nánar veðrið að loknum íþróttafréttum. Ómar Ingi Magnússon fór á kostu með Magdeburg í undanúrslitum meistaradeildarinnar í handbolta. Íslenskar landsliðskonur í fótbolta spila nú síðustu leikina með félagsliðum sínum áður en undirbúningurinn fyrir Evrópumótið hefst. Við lítum á stöðuna á opna bandaríska meistaramótinu í golfi, úrslitaviðureigninni í NBA-deildinni í körfubolta og við kíktum á rúndinn með Ísak Snæ Þorvaldssyni. Ég horfi á brauð og ég bara hringi. Rifjum upp helstu atriði frétta. Lögregla fór fyrir stundu fram á að frönsk kona yrði úrskurðuð í gæsluvarðhald grunuð af árið dóttur sinni og eiginmanni að bana á hóteli í miðborg Reykjavíkur. Hinn látnu og sakborningur voru öll með stunguáverka. 3 hafa verið drepnir í Ísrael og tugir í Íran. Loftárásir halda áfram á víxl milli ríkjanna. Prófessor í Mið-Austurlandafræði segir hætt við því að átökin breiðist út og aukist til muna. Stjórnarandstaðan boðar langar umræður á þingi veiðigjöld þar sem ýmsar upplýsingar vanti. Frumvarp þau var afgreitt úr nefnd í morgun. Meirihlutinn segir málið full reifað. Hugmyndir samstarf á vinstri væng stjórnmálanna verða að koma frá grasrótinni. Þetta segir Katrín Jakobsdóttir, fyrrverandi forsætisráðherra. Það vanti aðhald frá vinstri í íslenskum stjórnmálum. Og glæsibifreið Halldórs Laxness komin heim að Gljúfrasteini eftir allsherjar yfirhalningu. Nemendur í Borgarholtsskóla gerðu bílinn upp. Næstu fréttir verða sagðar í útvarpinu klukkan 10 í kvöld og á rúv.is má nálgast allar helstu fréttir á íslensku, ensku og pólsku. Hægt að senda fréttastofu ábendingar á netfangið fréttir@rúv.is. En þessum fréttatíma lokið, verið sæl og njótið kvöldsins. Á RÚV í kvöld. Alvin og íkornarnir. Tónlistarmaður rekst fyrir tilviljun á 3 krúttlega og söngalska íkorna og hyggur í kjölfarið á frægð og frama með aðstoð þríeykisins. Annað tækifæri, Second Act. Rómantísk gamanmynd frá 2018 með Jennifer Lopez í aðalhlutverki. Maya Vargas vinnur í stórmarkaði og telur að hún fá ekki framgang í starfi vegna þess að hún hefur ekki háskólapróf. Hold og blóð, dönsk kvikmynd frá 2020. Ida flytur til móðursystur sinnar og sona hennar þegar móðir hennar deyr í bílslysi. Fjölskyldan tekur á móti Idu með ást og umhyggju en ekki líður að löngu